Gengi íslensku krónunnar hefur sjaldan eða aldrei verið sterkara. Ísland orðið mun dýrara en Noregur og hætta á að útflutningsgreinar verði undir í samkeppni á alþjóðamörkuðum. 3 af voldugustu vinaþjóðum Ísraels segja óásættanlegt að engin hjálpargögn berist til bágstaddra á Gaza. Sérstakt fæði fyrir vannærð börn að klárast. Frakkar ætla að viðurkenna sjálfstæði Palestínu. Eldgosið tók við sér síðdegis í dag þegar strókavirkni jókst til muna. Fjölmargir lögðu á sig langa gönguferð að gosinu í dag, aðrir fóru á nokkurs konar fjallabílum. 11.000 manns komu til Ísafjarðar í morgun um borð í skemmtiferðaskipum. Þau halda mörg að fallegustu húsin í bænum séu söfn og íbúarnir jafnvel leikarar. Og við Stöðvarfjörð finnst sjaldgæft fyrirbæri sem þar að auki lætur afar sjaldan á sér kræla. Heimamenn segja meiri líkur á að vinna í lottói en að sjá sjávarhverin söxu gjósa. Komið þið sæl. Leiðtogar Bretlands, Þýskalands og Frakklands, 3 helstu bandalagsþjóða Ísraels, krefjast þess að bundin verði endir á mannúðarkrísuna á Gaza strax. Þetta sögðu leiðtogarnir í sameiginlegri yfirlýsingu síðdegis. Óásættanlegt sé að ísraelsk stjórnvöld hleypi hjálpargögnum ekki inn á Gaza. Þeir krefjast þess að Sameinuðu þjóðirnar og fleiri hjálparsamtök fái að vinna þar til að stemma stigu við ástandinu. Yfir 100 alþjóðleg hjálpar- og mannúðarsamtök hafa varað við fjöldasvelti á Gaza og þrýsta á stjórnvöld í heiminum að grípa til aðgerða. Síðasta sólarhring hafa 9 dáið úr hungri og næringarskorti samkvæmt heilbrigðisráðuneyti Hamas-samtakanna. من وين اجيب؟ اولادي كلهم حوالي بيصيحوا، والله ما بنام بالليل من الصياح وبسكتهم ومي وملح عشان يناموا. من وين اجيب؟ لما تنضل هذه معنا؟ فعلونا يا عالم اطعمونا، اطعموا عيالنا، طلعونا بعين الرحمه. من وين راح لمين شكوى غير الله ما دلي بس. لمين اروح؟ انا جسمي قاعد يرجف رجف من الجوع، قلت لك 3 ايام ما كنتش اللقمه. Birna Þórhallsdóttir, framkvæmdastjóri UNICEF, barnahjálpar Sameinuðu þjóðanna á Íslandi, velkomin. Talsmaður UNICEF sagði í dag að birgðir af sérstöku fæði fyrir vannærð börn, að það væri á þrotum. Hvað þýðir það? Þetta þýðir að við getum ekki lengur veitt þjónustu þeim börnum sem eru lengst leitt af bráðavannæringu og það eru þúsundir barna og þeim fyrir fjölgandi með hverjum degi. Og ef við getum ekki veitt þá meðferð sem þau þurfa og þetta er læknanlegt ástand, með réttri meðferð er hægt að bjarga börnum sem eru vannærð, en án réttrar aðstoðar og þá deyja þau. En hvað gerist þegar að skapast svona ástand í heilu samfélagi þar sem að hungursneyð og fjöldasvelti er yfirvofandi? Hvað gerir það bara fyrir andrúmsloftið í samfélaginu? Ég held að við getum ekki ímyndað okkur það, Oddur. Ég held að þetta sé óhugsandi. Það er fólk að taka skelfilegar ákvarðanir á hverjum degi. Jafnvel hvaða barni gef ég að borða þennan eina mat sem að fjölskyldan á. Fullorðnir hafa farið í gegnum marga daga á þess að borða eina einustu máltíð. Við erum að fá tíðindi af læknum sem taka sólarhringsvaktir á þess að fá neitt að borða, standandi í lappirnar allan tíman að bjarga mannslífum. Þetta er bara óhugsandi. Þetta er það. Þú skrifaði undir ákall ásamt fleiri stjórnendum hjálparsamtaka þar sem að kemur meðal annars fram að ekkert virðist hreyfa við alþjóðasamfélaginu sem að horfi á tortímingu samfélags í beinni útsendingu. Hvað finnst þér að þurfi til þess að það verði gripið til einhverja aðgerða? Ég skil ekki þess ekki búið að því nú þegar. Það búið að vara við þessu ástandi í marga mánuði. Þetta var algjörlega fyrirsjánlegt að við myndum enda á þessum stað ef ekkert yrði aðgert. Og við skrifum þessa grein sameiginlega hjálparsamtökin vegna þess að við megum ekki hætta að tala um þetta ástand, að horfa á það, ekki líta undan. Við eigum að vera reið, okkur er ofboðið. Við erum að halda í þær tilfinningar og nýta þær til þess að breyta til þess betra. Sko, það eru þarna 3 þjóðir sem að svona sameiginlega lýsa svona ansi harðort yfir vegna ástandsins á Gaza. Það eru Bretar, Frakkar og svo Þjóðverjar. Það heyrir nú til tíðinda að Þýskaland sé í hópi þeirra ríkja. Það gerir það, en mér er mjög létt að heyra þetta. Þetta eru mikilvæg tíðindi. Þýskaland hefur haft sínar að vissu leyti sögulegu ástæður til þess að standa mjög fast við bakið á Ísrael, alveg sama hvað, en það að þessar 3 þjóðir stígi núna upp og segi þetta verður að breytast, við verðum að hleypa matnum inn, hann býður bara hinum með við grindverkið, matur fyrir allt þetta fólk og sérfræðið þekking til þess að veita það.
Vonandi verður þetta til þess að eitthvað breytist til þess betra, loksins. Birna, þakka þér kærlega fyrir þetta. Takk fyrir. Við ætlum nú að halda okkur í skyldum málum því Frakkar ætla að viðurkenna Palestínu sem sjálfstætt og fullvalda ríki í haust. Næstum 150 aðildarríki Sameinuðu þjóðanna og þar á meðal Ísland hafa stigið þetta skref. Forseti Frakkland sagði í gærkvöld að þetta verði formlega gert á allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna í september. Et je crois à l'avenir de la solution à deux États comme base d'une architecture de sécurité régionale qui permettra à Israël de vivre en paix et en sécurité avec ses voisins. Je crois à la nécessité d'unir nos voix à Paris, à Londres et partout ailleurs pour reconnaître un État de Palestine et initier cette dynamique politique qui est la seule conforme à une perspective de paix. Frakkland verður með þessu fyrsta þungavíkta ríkið í Evrópu til að viðurkenna sjálfstæði Palestínu til þessa. Mikill meiri hluti aðildarríkja Sameinuðu þjóðanna hefur þegar tekið þetta skref, 147 ríki af 193. 11 ríki í Evrópusambandinu viðurkenna Palestínu, Kýpur, Tékkland, Slóvakía, Ungverjaland, Rúmenía, Búlgaría, Pólland og Svíþjóð, ásamt Írlandi, Spáni og Slóveníu sem létu verða af því í fyrra í samhloti með Noregi. Ísland viðurkenndi sjálfstæði Palestínu árið 2011. Bandarísk stjórnvöld mjög mótfallin þessu og Bandaríkjaforseti segir ákvörðun Macrons ekki hafa neitt vægi. Utanríkisráðherra Bandaríkjanna sagði þetta vera löðrungi andlit fórnarlamba árása Hamas-samtakana 7. október fyrir tæplega 2 árum. Gengi íslensku krónunar í sögulegum hæðum eftir mikla styrkingu undanfarna mánuði. Ef við skoðum nafngengi krónunar gagnvart helstu viðskiptamyntum á sama tíma í fyrra, þá kostaði evran 149,5 krónur, dollarinn 137,8 krónur og stellingspundið rúmlega 177 krónur. Þetta í fyrra, en í dag kostar evran 142 krónur, dollarinn að nálgast 120 krónur og pundið heilum 14 krónum ódýrara en í fyrra og kostar nú tæplega 164 krónur. Þarna einungis horft á nafngengi en sé horft á raungengi þar sem tekið hefur verið tillit til verðbólgu bæði á Íslandi og erlendis munurinn svo enn meiri. Ástæða til að óttast stöðu útflutningsgreina verði ekki viðsnúningur í bráð. Að þau lendi undir í samkeppni, að til dæmis við myndum sjá það að ferðamenn eyði minna, ferðamenn jafnvel fækki, við sjáum mögulega hafa áhrif á ýmsan hátækni að hversu vel hann þrífst í þessu umhverfi og svo náttúrulega sjávarútveginn sem það sem þetta getur haft áhrif á rekstrarhorfurnar. Íslenskar útflutningsgreinar eru mjög viðkvæmar fyrir gengisveiflum, einkum og sér í lagi undirstöðugreinarnar, sjávarútvegur, álframleiðsla og ferðaþjónusta, sem standa undir 2/3 af útflutningi þjóðarbúsins. Sterkt gengi nú þegar farið að hafa áhrif. Þannig hafði styrking krónunar neikvæð áhrif á rekstrarhagnað Icelandair upp á 1,5 milljarð króna á öðrum ársfjórðungi. Raungengið nú í sögulegum hæðum, á par við það sem það var í aðdraganda bankahrunsins árið 2008 og árið 2017. Þetta þýðir að Ísland ekki bara dýrt, heldur rándýrt. Við erum töluvert dýrari en Noregur sem mikil nýmæli því að það ekki mjög mörg ár síðan að Ísland var ódýrari en Noregur. Norska krónan hefur verið að veikjast gagnvart helstu gjaldmiðlum og meðan okkar gjaldmiðl hefur verið að styrkjast. Sem ekki góða fréttir því Normenn ekki bara vinaþjóð og nágrannar heldur einnig samkeppnisaðili á heimsmarkaði. Hinn almenni borgari kann alla jafna vel við sterka krónu. Fólk getur lesið meiri munað, svo sem að kaupa nýjan bíl, ískáp eða jafnvel flatskjá. Og lægra vöruverð á að skila sér í minni verðbólgu og endanum lægri vöxtum. Svo verður bjórinn á tenni ódýrari og fólk fær meira fyrir peningin í verslunarferðum í útlöndum. En sagan sýnir að þetta tímabundið ástand því að þetta jú ósjálfbært. Spurningin bara hversu hörð verður lendingin. Og því lengur sem að við erum með of sterkt gengi, því meira getur höggið orðið. Það svo sem ekkert í kortunum við sjáum eitthvað gengishrun held ég eins og 2008 eitthvað slíkt. Síðan í apríl hefur Seðlabankinn reglulega keypt gjaldeyri til að vega upp á móti styrkingunni. Konráð telur óráðlegt að bankinn ráðist í stórfelld gjaldeyriskaup. Það myndi hjálpa ef lífeyrissjóðir myndi auka við fjárfestingar sínar í útlöndum, en fyrst og fremst að markaðurinn átti sig á þeirri stöðu sem uppi. Þeir sem á markaði, hvað sem í innflutningi eða útlendingi eða að taka stóra fjárfestingaákvarðanir, einfaldlega bara gera sér grein fyrir því að krónan hún hefur líklega aldrei verið sterkari og
eins og ég segi, þegar að það hefur verið tilfellið þá hefur hún yfirleitt gefið eitthvað eftir. Og þá til Reykjaneskaga því aukin strókavirkni færðist í eldgosið í dag. Fjöldi fólks gekk þangað meðfram Fagradalsfjalli. Leiðin nærri 10 kílómetra löng fram og tilbaka. Það er algjörlega ótímabært að vera eitthvað að tala það að þetta gos sé að lognast út af. Ekki að marka má núna hér seinnipartin vegna þess að þetta byrjaði svona með smá sætum strókum og síðan heyrðust drunur og síðan fóru strókarnir að ganga hér langt upp í loft og allavega 100 metra myndi ég halda. Þegar komið var á staðinn var dróninn settur á loft og þó kraumaði aðeins hægra megin í gígnum. Svo þegar aðeins var farið að dropa úr lofti 3:30 hófst strókavirknin. Gosórói sveiflukenndur, segir náttúruvárvakt Veðurstofunnar. Mjög margir lögðu leið sína að gosinu og meinti þetta þannig frekar á gosin í Geldingadölum en á Sundhnúksgígaröðinni. We walked up here, yeah. Was it difficult? No, it was not difficult at all. No, it was okay, yeah. Is it worth it? Of course it's worth it, especially because in Romania we don't see something like this. So it's extraordinary that being here in Iceland we've got to witness this. So yeah. We had to do it. Hraunið hefur breytt úr sér og orðið að minnstakosti 3,5 ferkílómetri. Það komið að rótum Fagradalsfjalls og hefur sumstaðan náð að brenna gróðurinn. Ekki annað að sjá en að Fagridalur, sem fjallið kennt við, sé nú komin undir hraun að hluta. The first time I see, live volcano eruption, so it's amazing. I saw some, on Sicily now, even, in Indonesia also, but there are, sleeping volcanoes. Yeah. So to see eruption is really something amazing. Gönguleiðin byrjar við bílastæði sem merktir P1 á kortum. Bílastæðið var smekkfullt í dag en hægt að leggja annar staðar. Þetta er náttúrulega drjúgur gangur en þið eruð að bjóða upp á ferð fyrir þá sem eiga erfitt með gang. Já, það er rétt. Það náttúrulega geti allir labbað. Þetta eru 9 kílómetrar þannig að það er mjög gott að þeir sem geti ekki labbað að þeir komast á gósinu svo allir aðrir. Þetta eru mest útlendingar sem eru að fara með ykkur? Jú, þetta eru mest útlendingar. Við erum samt alveg að fá nokkra Íslendingar sem komu inn og voru með 4 í síðustu túr. Rétt er að benda göngufólki á að strigaskór eru ekki skynsamlegur skóbúnaður á þessari leið. Gönguskór eru betri. Þá þarf að hafa nesti og drykk meðferðis og leiðin hentar ekki börnum sem eru óvön því að ganga. Sjúkrabíll þurfti að sækja eina stúlku í dag sem hafði örmagnast. 16 sjómönnum í ráðningarsambandi við Einhamar Seafood í Grindavík var sagt upp mánaðamótin. Stefán Kristjánsson, eigandi og forstjóri Einhamars, segir þetta 4 sjómenn fyrirtækisins, auk 12 annara í áhöfnum á 2 bátum sem Einhamar á í viðskiptum við. Stefán segir uppsagnirnar tilkomnar vegna skipulagsbreytinga, tilstandi að sameina stöður vélstjóra og stýrimanns og lækka þannig launakostnað til að bregðast við hækkuðu veiðigjaldi og minnkandi aflaheimildum. Vert er að geta þess að uppsagnirnar hjá Einhamri áttu sér stað meðan veiðigjaldsfrumvarpið var enn til umræðu á Alþingi. Stefán segir að tilstandi að bjóða öllum sjómönnum stöðu á ný eftir 6 mánuði að loknum uppsagnarfresti. Málþóf stjórnarandstöðuflokkana á Alþingi vakti litla hrifningu meðal þjóðarinnar samkvæmt nýrri skoðanakönnun. Langtum meiri óánægja er með flokka stjórnarandstöðunar en flokka ríkisstjórnarinnar. Maskína kannaði hug kjósenda með framgöngu ríkisstjórnarinnar og stjórnarandstöðunar, annars vegar í byrjun júlí og svo miðjan júlí eftir að þingi var frestað. Samkvæmt könnuninni hefur ánægja með störf ríkisstjórnarinnar verið nokkuð stöðug síðustu mánuði. Rétt tæplega helmingur sáttu við störf hennar, á meðan óánægjan hefur aukist lítið eitt. Rúmlega hálft ár síðan ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur tók við völdum. 2 af stjórnarandstöðuflokkunum 3 fengu sína verstu útkomu í alþingiskosningunum í nóvember. Samkvæmt þessari könnun eru þessi flokkar langt frá því að ná vopnum sínum á ný, því 6 af hverjum 10 kjósendum eru óánægðir með framgöngu stjórnarandstöðunar. Óánægja með stjórnarandstöðuna jókst nokkuð hratt á fyrstu vikum nýafstæðins þings. Þá höfðu langar umræður plasttappa og önnur mál vakið athygli. Milli júní og júlí eykst óánægja hratt, enda höfðu þingmenn Sjálfstæðisflokks, Miðflokks og Framsóknar flutt á 4.000 ræður veiðigjaldsfrumvarp ríkisstjórnarinnar, sem endaði með því að forseti þingsins beitti 71. grein þingskapalaga til að stöðva umræðurnar og knýja fram atkvæðagreiðslu. Það vekur sérstaka athygli að fleiri kjósendur Framsóknarflokksins og Miðflokksins eru óánægðir en ánægðir með störf stjórnarandstöðunnar. Enn fremur eru kjósendur Framsóknar ánægðir með ríkisstjórnina en stjórnarandstöðuna.
Í annað, á Ísafirði stærsti dagur sumarsins í móttöku skemmtiferðaskipa í dag. Bæjarbúar hafa fengið ferðamenn á gluggann og jafnvel inn í stofu. Það eru 4 skemmtiferðaskip í höfninni í dag. Farþegar á áhöfn eru samanlagt rúmlega 11.000 sem talsvert meira en allir íbúar Vestfjarða. Sönderborgarhúsið byggt 1816 og hluti af gömlu bæjarmyndinni. Gestir eiga stundum erfitt með að trúa því að þar búi fólk. Sko ef ég fengi krónu fyrir hverja mynd, þá væri maður ríkur í dag. Það kemur fyrir að einn og einn opnar dyrnar og kallar inn. Þeir halda stundum að það sé safn, held ég. Einhvern tímann opnaði konan dyrnar og spurði hvað stytturnar í gluggunum kostaði. Önnur fór að flétta í fatahenginu mínu og það var að spurja verðin á kápunum. Halldóra rekur reyndar verslun, þó ekki heima hjá sér og segir að ferðalangarnir séu talsvert búbót. Þeir kaupi ekki allir mikið en fjöldin slíkur að það munar um. Þeir dreifast töluvert mikið, þeir fara á Dynjanda, fara til Bolungavík, fara hérna í öll byggðarlögin í Ísafjarðarbæ og inn í Djúp. Þannig að og mjög margir hafa hagsmuni af komum skipa nú orðið og selja farþegunum þjónustu. Sveitarfélagið setti í fyrra stefnu móttöku skemmtiferðaskipa og lofaði að tryggja næg salerni, breikka göngustíga og banna skipstjórum að þeyta flautur. Komi fleiri en 3000 gestir verður Hafnarstræti göngugata að hluta og gestafjöldin má framvegis ekki fara yfir 5500 á dag. Þetta er því væntanlega mesti fjöldin sem Ísafjarðarbær sér í bili. Sveitarstjórnin segir þetta hafa vakið lukku hjá skemmtiferðaskipunum og slegið á áhyggjur íbúa. Ég hef alveg byst mig upp við fólk sem hefur verið með myndavélina á glugganum. En það bara svo rosalega sjaldgæft. Ég held ég hafi þrisvar orðið verið við það á síðustu 20 árum. Út í heim, herferð gegn ólöglegri ræktun á ljónum, tígrisdýrum og hlébörðum hafin í Pakistan. Lögregla í Punjab héraði hefur tekið í sína vörslu 26 dýr og handtekið 8 manns. Svo stór kattardýr eru vinsæl í héraðinu og í sumum hópum stöðutákn. Yfirvöld í Punjab óttast að þar séu 100, jafnvel þúsundir slíkra óskráðra dýra. Þau eru jafnvel ræktuð í fjölmennum íbúðahverfum. Ráðist var í herferðina eftir að ljón slapp og særði 3 manneskjur. बेसिकली लोग जो है ना ये ब्रीड करवाते हैं और ब्रीड करवा के इन कब्स को सेल करते हैं और यही कब्स. What about their welfare, their well-being? They are happy, I think. They're eating, they're breeding, because they come to us, they want to play with us and they don't show aggression. Yeah. What about this one? Ooh. This line is aggressive. Aggressive? Yeah. Styrninga þeim. Sjávarhverinn Saxa sjaldséður en það mikið sjónarspil þegar hann gís. Stöðfirðingar hafa lagt töluvert í uppbyggingu við þennan frekar óáreiðanlega ferðamannastað. Þó að Saxa sé yfirleitt ósýnileg þá nú samt búið að gera bílastæði, skilti og göngustíga allt til heiðurs þessu fyrirbæri sem kallað sjávarhver, þó þetta flokkist kannski ekki beint til hvera, en Pétur Sörensson ljósmyndari hefur setið fyrirbærið og náð fallegum myndum. Og þarna fara ófáir í göngutúr, þó ekki nema til að sjá ummerkin það sem stundum gengur á. Saxa svona náttúrulegt fyrirbæri þar sem sjórinn treður sér í gegnum opina í klettabjörgunum rétt fyrir utan Stöðvarfjörð og myndar þá mjög tilkomumikið sjónarspil við réttar aðstæður. Sjórinn fer hana upp í klettunum og skýst upp í loftið og nafnið á þessu fyrirbæri Saxa að þá saxar sjórinn þang og annað sem kemur hann upp. Landeigandi segir að Saxa gjósi helst þegar vindur stendur af hafi en snúið sér svo í hánorðan því þá gangi öldur inn voginn. Valborg þurfti að bíða lengi eftir því að eiga þarna leiðum við réttar aðstæður. Þegar ég kem inn á fyrst þá sögðu stöðföringar við mig að ég ætti meiri möguleika að vinna í lottó heldur en að sjá Saxa í sínu náttúrulega umhverfi en ég hef séð þetta nokkrum sinnum og það yfirleitt bara svona óvænt. Ég hef þurft að snarhemla og hlaupa út til að vera vitni að þessu. Þó maður sér ekki alltaf Saxu í ham að þá náttúrulega umhverfi hérna í kring stórkostlegt og það búið að gera hérna göngustíg og fólk þótt að sjá ekki þaran spýtast allar áttir, þá útsýnið stórkostlegt og mikið fuglalíf. Það alveg vel þess við að stoppa hérna.
Skulum við kíkja á veðurspána. Það verður fremur skýjað á landinu á morgun með slitóttri úrkomu bæði norðan og vestanlands. Þurrt verður að mestu suðaustan til og þar gæti sést til sólar öðru hverju. Hitatölur verða mikið til á bilinu 10 til 16 stig. Á sunnudag stefnir í bjartviðri bæði sunnan og vestanlands en áfram verður skýjað norðan heiða með lítilsháttar úrkomu á köflum. Nánar veðrið að loknum íþróttafréttum. Besta deild kvenna í fótbolta fór aftur á stað í gærkvöld eftir langt hlé vegna Evrópumótsins. Boðið var upp á sannkallaðan toppslag í Kópavoginum. Og við hittum á formann KSÍ og spurðum hann út í stöðu Þorsteins Halldórssonar, þjálfara íslenska kvennalandsliðsins. Við komumst þarna meðal 16 bestu og það var góð reynsla en við viljum gera betur og við þurfum að horfa til framtíðar. Hvernig gerum við það? Íþróttir hér rétt á eftir en rifjum þá upp helstu fréttir. Gengi íslensku krónunnar hefur sjaldan eða aldrei verið sterkara. Ísland orðið mun dýrara en Noregur og hætta er á að útflutningsgreinar verði undir í samkeppni á alþjóðamörkuðum. 3 af voldugustu vinaþjóðum Ísraels segja óásættanlegt að engin hjálpargögn berist til bágstaddra á Gaza. Sérstakt fæði fyrir vannærð börn er að klárast. Frakkar ætla að viðurkenna sjálfstæði Palestínu. Eldgosið tók við sér síðdegis í dag þegar strókavirkni jókst til muna. Fjölmargir lögðu á sig langa gönguferð að gosinu en aðrir fóru á nokkurs konar fjallabílum. 11.000 manns komu til Ísafjarðar í morgun borð í skemmtiferðaskipum. Þau halda mörg að fallegustu húsin í bænum séu söfn og íbúarnir jafnvel leikarar. Við Stöðvarfjörð finnst sjaldgæft fyrirbæri sem þar að auki lætur afar sjaldan á sér kræla. Heimamenn segja meiri líkur á að vinna í lottói en að sjá sjávarhverinn Söxu gjósa. Næstu fréttir verða sagðar í útvarpi klukkan 10 í kvöld og vefurinn rúv.is, hann sefur aldrei. Minnum líka á RÚV appið okkar góða. Þessum fréttatíma er lokið, njótið helgarinnar og verið sæl. Á RÚV í kvöld. Faðir brúðurinnar, bandarísk gammamynd með Steve Martin og Diane Keaton í hlutverkum hjóna sem undirbúa brúðkaup elstu dóttur sinnar. Honum reynist erfitt að sleppa takinu og sætta sig við að litla stelpan hans sé orðin fullorðin. Afturelding. Útbrunnin handboltastjarna tekur við þjálfun kvennaliðs Aftureldingar eftir margra ára óreglu. Spæjarinn í Chelsea. Breskur spennumyndaflokkur rannsóknarlögreglumanninn Max Arnold sem býr í gömlum húsbáti en starfar í hverfi efnafólks í Lundúnum.